Grænlendinga saga. Þorvaldur hét maður, son Ásvalds Úlfssonar, Öxna Þórissonar. Þorvaldur og Eiríkur hinn rauði son hans fóru af Jaðri til Íslands fyrir vígasakir. Þá var víða byggt Ísland. Þeir bjuggu fyrst að Dröngum á Hornströndum, þar andaðist Þorvaldur. Eiríkur fékk Þjóðhildar, dóttur Jörundar Úlfssonar og Þórbergar Knarrarbringu, þá átti Þorbjörn hinn Haukdalski. Réðst Eiríkur þá norðan og bjó á Eiríksstöðum hjá Vatnshorni. Sonur Eiríks og Þjóðhildar hét Leifr, en eftir víg Eyjólfs Sörs og Hólmgöngu hans var Eiríkur gerbrott úr Haukadal. Fór hann þá vestur til Breiðafjarðar og bjó í Öxney á Eiríksstöðum. Hann léði Þorgesti á Breiðabólstað setstokka og náði eigin hann kallaði til. Þaðan af gerðust deilur og bardagar með þeim Þorgesti sem segir í sögu Eiríks. Styrr Þorgrímsson veitti Eiríki að málum og Eyjólf úr Svíney og synir Þorbrands úr Álftafirði og Þorbjörn Vífilsson. En Þorgestlingum veittu synir Þórðar Gellis og Þorgeir úr Hítardal. Eiríkur varð sekur á Þornesþingi, bjó Eiríkur þá skip sitt til hafs í Eiríksvági, en hann var búinn, fylgdu þeir Styrr honum út eyjar. Eiríkur sagði þeim að hann ætlaði að leita landstæðis Gunnbjörn, son Úlfs Krákusá, hann rak vestur haf. Þá hann fann Gunnbjarnar sker, kveðst hann aftur mundu leita til vina sína hann fyndi landið. Eiríkur sigldi undan Snæfellsjökli, hann fann landið og kom utan að því þar sem hann kallaði Miðjökul. Sá heitir nú Bláseggur. Hann fór þá þaðan suður með landinu að leita, þaðan væri byggjanda landið. Hann var fyrsta vetur í Eiríksey, nær miðri inni eystri byggð. Várið eftir fór hann til Eiríksfjarðar og tók sér þar bústað. Hann fór það sumar í vestri óbyggð og gaf víða örnefni. Hann var annan vetur í Hólmum við Hvarfsnípu, þriðja sumarið fór hann allt norður til Snæfells og inn í Hrafnsfjörð. Þá kvaðst hann kominn fyrir botn Eiríksfjarðar, hvarf hann þá aftur og var þriðja vetur í Eiríksey fyrir mynni Eiríksfjarðar. Eftir sumarið fór hann til Íslands og kom skipi sínu í Breiðafjörð. Hann kallaði land það hann hafði fundið Grænland, því að hann kvað það mundu fýsa menn þangað landið héti vel. Eiríkur var á Íslandi veturinn, en sumarið eftir fór hann að byggja landið. Hann bjó í Brattahlíð í Eiríksfirði. Sá segja fróðir menn að á því sama sumri Eiríkur rauði fór að byggja Grænland. Þá fór hálf þriðji tugur skipa úr Breiðafirði og Borgarfirði, en 14 komust út þangað. Sum rak aftur, en sum týndust. Það var 15 vetrum fyrr en kristni var lögtekin á Íslandi. Á því sama sumri fór utan Friðrik biskup og Þorvaldur Koðránsson. Þessir menn námu land á Grænlandi, þá fóru út með Eiríki. Herjólfur Herjólfsfjörð, hann bjó á Herjólfsnesi, Ketilsfjörð, Hrafnsfjörð, Sölvi Sölvadal, Helgi Þorbrandsson Álftafjörð, Þorbjörn Glóra Siglufjörð, Einar Einarsfjörð, Hafgrímur Hafgrímsfjörð og Vatnahverfi, Arnlaugur Arnlaugsfjörð, en sumir fóru til vestri byggðar. Herjólfur var Bárðarson Herjólfssonar, hann var frændi Ingólfs landnámsmanns. Þeim Herjólfi gaf Ingólfur land á milli Vágs og Reykjaness. Herjólfur bjó fyrst á Drepstokki. Þorgerður hét kona hans, en Bjarni sonur þeirra og var efnilegsti maður. Hann fýstist utan þegar á unga aldri, varð honum gott,
varð honum gott bæði til fjár og mannvirðingar og var sinn vetur hvort utanlands eða með feður sínum. Brátt átti Bjarni skip í förum og hinn síðasta vetur hann var í Noregi, þá brá Herjólfur til Grænlandsferðar með Eiríki og brá búi sínu. Með Herjólfi var á skipi suðureyskur maður Kristinn, sá orti hafgerðingadrápu. Þar þetta stef í mínar byðk að munkareini, meinalausan fararbeina, heiðishaldi hárrar foldar, hallar dróttin yfir mér stalli. Herjólfur bjó á Herjólfsnesi, hann var hinn göfgasti maður. Eiríkur bjó í Brattahlíð, hann var þar með mestri virðingu og lutu allir til hans. Þessi váru börn Eiríks, Leifr, Þorvald og Þorstein, en Freydís hét dóttir hans. Hún var gift þeim manni Þorvarður hét og bjuggu þau í Görðum, þar sem nú biskupsstól. Hún var svarri mikil, en Þorvarður var lítilmenni. Var hún mjög gefin til fjár. Heiðið var fólk á Grænlandi í þann tíma. Það sama sumar kom Bjarni skipi sínu á Eyrar, faðir hans hafði brott siglt árið. Þau tíðindi þóttu Bjarna mikil og vildi eigi bera af skipi sínu. Þá spurðu hásetar hans hvað hann bærist fyrir, en hann svarar að hann ætlaði að halda siðvenju sinni og þiggja að föður sínum vetrvist, og vil halda skipinu til Grænlands ef þér viljið mér fylgd veita. Allir kváðust hans ráðum fylgja vilja. Þá mælti Bjarni: óvitrleg mun þykja vár ferð, þar sem engi vár hefur komið í Grænlandshaf. En þó halda þeir nú í haf þegar þeir váru búnir og sigldu 3 daga þar til landið var vatnað, en þá tók af byrina og lagði á norrænar og þokur, og vissu þeir eigi hvert að þeir fóru og skipti það mörgum dægrum. Eftir það sá þeir sól og máttu þá deila ættir, vinda nú segl og sigla þetta dægur áður þeir sá land og ræddu með sér hvað land þetta mun vera, en Bjarni kveðst hyggja að það mundi eigi Grænland. Þeir spyrja hvort hann vil sigla að þessu landi eða eigi. Hann svarar: það mitt ráð að sigla í nánd við landið, og svo gera þeir og sá það brátt að landið var ófjöllótt og skógi vaxið og smár hæðir á landinu, og létu landið á bakborða og létu skaut horfa á land. Síðan sigla þeir 2 dægur áður þeir sá land annað. Þeir spyrja hvort Bjarni ætlaði það Grænland. Hann kvaðst eigi heldur ætla þetta Grænland hitt fyrra, því að jöklar eru mjög miklir sagðir á Grænlandi. Þeir nálguðust brátt þetta land og sá það vera slétt land og víði vaxið. Þá tók af byr fyrir þeim. Þá ræddu hásetar það að þeim þótti það ráð að taka þar land, en Bjarni vil það eigi. Þeir þóttust þurfa við og vatn. Að engu eru þér því óbyrgir, segir Bjarni, en þó fékk hann af því nökkurt ámæli af hásetum sínum. Hann bað þá vinda segl og svo var gert, og settu framstað frá landi og sigla í haf útsýnings byr 3 dægur og sá þá land þriðja, en það land var hátt og fjöllótt og jökul á. Þeir spyrja þá ef Bjarni vildi að landi láta þar, en hann kvaðst eigi það vilja, því að mér líst þetta land ógagnvænlegt. Nú lögðu þeir eigi segl sitt, halda með landinu fram og sá að það var eyland, settu staf við því landi og heldu í haf sama byr. En veður óx í hönd og bað Bjarni þá svipta og eigi sigla meira, en bæði dygði vel skipi þeirra og reiða. Sigldu nú 4 dægur,
Þá sá þeir landið fjórða, þá spurðu þeir Bjarna hvort hann ætlaði þetta vera Grænland eða eigi. Bjarni svarar, þetta líkast því mér sagt frá Grænlandi og hér munum vér að landi halda. Svo gera þeir og taka land undir einhverju nesi að kveldi dags og var þar bátur á nesinu, en þar bjó Herjólfur, faðir Bjarna, á því nesi og af því hefur nesið nafn tekið og síðan kallað Herjólfsnes. Fór Bjarni nú til föður síns og hættir nú siglingum og með föður sínum meðan Herjólfur lifði og síðan bjó hann þar eftir föður sinn. Það nú þessu næst að Bjarni Herjólfsson kom utan af Grænlandi á fund Eiríks jarls og tók jarl við honum vel. Sagði Bjarni frá ferðum sínum hann hafði lönd séð og þótti mönnum hann verið hafa óforvitin hann hafði ekki að segja af þeim löndum og fékk hann af því nokkuð á mæli. Bjarni gerðist hirðmaður jarls og fór út til Grænlands sumarið eftir, var nú mikil umræða landaleitan. Leif, son Eiríks rauða úr Brattahlíð, fór að fund Bjarna Herjólfssonar og keypti skip að honum og réð til háseta, svo að þeir váru hálf fjórði tugur manna saman. Leif bað föður sinn Eirík að hann mundi enn fyrir vera förinni. Eirík taldist heldur undan, kveðst þá vera hníinn í aldr og kveðst minna mega við vási öllu en var. Leif kveð hann enn mundu mestri heilstýra af þeim frændum. Og þetta lét Eirík eftir Leifi og ríður heiman þá þeir að því búnir og var þá skamt að fara til skipsins. Drep hesturinn fæti sá Eirík reið og fell hann af baki og lestist fótur hans, þá mælti Eirík, ekki mun mér ætlað að finna lönd fleiri en þetta nú byggjum mér, munum mér nú ekki lengur fara allir samt. Fór Eirík heim í Brattahlíð en Leif réðst til skips og félagar hans með honum, hálf fjórði tugur manna, þá var suðurmaður einn í ferð Tyrkir hét. Nú bjuggu þeir skip sitt og sigldu í haf, þá þeir váru búnir og fundu þá það land fyrst, þeir Bjarni fundu síðast. Þar sigla þeir að landi og köstuðu akkerum og skutu báti og fóru á land og sá þar eigi gras. Jöklar miklir váru allt í Devra, en sem ein hella væri allt til jöklana frá sjónum og sýndist þeim það land vera gæðalaust. Hámælti Leifur, eigi oss nú það orðið þetta land sem Bjarna vér hafum eigi komið á landið. Nú mun gefa nafn landinu og kalla Helluland. Síðan fóru þeir til skips, eftir þetta sigla þeir í haf og fundu land annað, sigla enn að landi og kasta akkerum, skjóta síðan báti og ganga á landið, það land var slétt og skógi vaxið, og sandar hvítir víða og þar sem þeir fóru og ósæ bratt. Þá mælti Leif, af kostum skal þessu landi nafn gefa og kalla Markland. Og kalla Markland fóru síðan ofan aftur til skips sem fljótast. Nú sigla þeir þaðan í haf landnyrðingsveður og váru úti 2 dægur áður þeir sá land og sigldu að landi og komu að eigi lá norður af landinu og gengu þar upp og sást í góðu veðri og fundu það að dögg var á grasinu og var þeim það fyrir að þeir tóku höndum sínum í döggina og brugðu í munn sér og þóttust ekki ójafnsætt kennt hafa sem það var. Síðan fóru þeir til skip síns og sigldu í sund það lá milli eyjarinnar og næst þess norður gekk af landinu, stefndu í vestrætt fyrir nesið. Þar var grunnsævi mikill að fjöru sjávar og stóð þá uppi skip þeirra og var þá lagt til sjávar að sjá frá skipinu. En þeim var svá mikil forvitni á að fara til landsins að þeir nenntu eigi þess að bíða að sjór felli undir skip þeirra og runnu til lands, þá á ein fell úr vatni einu. En þegar sjór fell undir skip þeirra, þá tóku þeir bátinn og reru til skipsins og fluttu það upp í ána, síðan í vatnið og köstuðu þar akkerum og báru af skipi húðföt sín og gerðu þar búðir,
tóku það ráð síðan að búast þar þann vetr og gerðu þar hús mikil. Hvorki skorti þar lax í ánni né í vatninu og stærra lax en þeir hefði fyrr séð. Það var sá góður landskostur að því þeim sýndist að þeir mundi engi fénaður fóður þurfa á vetrum, þar komu engi frost á vetrum og lítt rénuðu þar grös, meira var þar jafndægri en á Grænlandi eða á Íslandi. Sól hafði þar eyktarstað og dagmálastað skammdegi, en þeir höfðu lokið húsgerð sinni þá mælti Leifr við föruneyti sitt: Nú vil skipta láta liðiváru í 2 staði og vil kanna láta landið og skal helmingur liðs vera við Skálaheima, en annar helmingur skal kanna landið og fara eigi lengra en þeir komi heim að kveldi og skilist eigi. Nú gerðu þeir svá stund, Leifr gerði ýmist að hann fór með þeim eða var heima að skála. Leifr var mikinn maður og sterk manna skörulegastur og að sjá, vitr maður og góður hófsmaður alla hluti. Á einhverju kveldi bar það til tíðinda að manns var vant af liði þeirra og var það Tyrkir suðsmaður. Leifr kunni því stór illa því að Tyrkir hafði lengi verið með þeim feðgum og elskat mjög Leif í barnæsku. Talði Leifr nú mjög á hendur förunautum sínum og bjóst til ferðar að leita hans og 12 menn með honum. En þeir váru skammt komnir frá Skála þá gekk Tyrkir í mót þeim og var honum vel fagnað. Leifur fann það brátt að fóstra hans var skapgott. Hann var brattleitur og lausegur, smáskítlegur í andliti, lítilvexti og vesalegur, en íþróttamaður á alls konar hagleik. Þá mælti Leifr til hans: Hví vartu sá sein, fóstri minn, og fráskili föruneytinu. Hann talaði þá fyrst lengi á þýsku og skaut marga vega augunum og gretti sig, en þeir skildu eigi hvað hann sagði. Hann mælti þá á norrænu stund leið: var gengin eigi miklu lengra en þið, kann nokkur nýmæli að segja, fann vínvið og vínber. Mun það sagt, fóstri minn, hvað Leifur? Að vísu það sagt, hvað hann, því að var þar fæddur hvorki skorti vínvið né vínber. Nú sváfu þeir af þá nótt, en morguninn mælti Leifr við háseta sína: Nú skal hafa tvennar sýslur fram og skal sinn dag hvárt, lesa vínber eða höggva við og fella mörkina, svo að það verði farmur til skips míns. Og þetta var ráðs tekið. Svo sagt að eftirbátur þeirra var fyldur af vínberjum. Nú var höggvinn farm á skipið, og várar þá byggust þeir og sigldu burt og gaf Leifr nafn landinu eftir landkostum og kallaði Vínland, sigla nú síðan í haf og gaf þeim vel byri þar til þeir sá Grænland og fjöll undir jöklum. Þá tók ein maður til máls og mælti við Leif: Hví stýrir þú svá undir veðurskipinu? Leifur svarar: Ég hygg að stjórminni, en þó enn að fleira, eða hvað sjáið þér til tíðinda? Þeir kváðust ekki sjá það tíðindum sætti. Ég veit eigi, segir Leifur, hvort sé skip eða sker. Nú sjá þeir og kváðu sker vera. Hann sá því framar en þeir að hann sá menn á skerinu. Nú vil að vér beitim undir veðrið, segir Leifr, svo að vér náum til þeirra ef menn þurftugir að ná varum fundi og nauðsyn á að duga þeim, en með því að þeir sé eigi friðmenn, þá eigum mér alland kost undir oss, en þeir ekki undir sér. Nú sækja þeir undir skerið og lagðu segl sitt, köstuðu akkeri og skutu litlum báti öðrum þeir höfðu haft með sér. Þá spurði Tyrkir hver þar réði fyrir liði. Sá kveðst Þórir heita og vera norræn maður að kyni,
eða hvert þitt nafn? Leifur segir til sín, ertu sonur Eiríks rauða úr Brattahlíð, segir hann. Leifur kvað svo vera, nú vil ég, segir Leifur, bjóða yður öllum á mitt skip og fémunum þeim skipið má við taka. Þeir þágu þann kost og sigldu síðan til Eiríksfjarðar með þeim farmi þar til þeir komu til Brattahlíðar, báru farminn af skipi, síðan bauð Leifur Þóri til vistar með sér og Guðríði konu hans og 3 mönnum öðrum, en fékk vistir öðrum hásetum, bæði Þóris og sínum félögum. Leifur tók 15 menn úr skerinu, hann var síðan kallaður Leifur hinn heppni. Leifi var nú bæði gott til fjár og mannvirðingar. Þann vetr kom sótt mikil í lið Þóris og andaðist hann Þórir og mikil hluti liðs hans. Þann vetr andaðist og Eiríkur rauði. Nú var umræða mikil Vínlandsför Leifs og þótti Þorvaldi bróður hans og of óvíða kannat hafa verið landið. Þá mælti Leifur við Þorvald, þú skalt fara með skip mitt bróðir ef þú vilt til Vínlands, og vil ég þó að skipið fari áður eftir viði þeim Þórir átti í skerinu, og svá var gert. Nú bjóst Þorvaldur til þeirrar ferðar með 30 manna með umráði Leifs bróður síns. Síðan bjuggu þeir skip sitt og heldu í haf, og engi frásögn ferð þeirra fyrr en þeir koma til Vínlands, til Leifsbúða, og bjuggu þar skip sitt og sátu kyrrt þann vetr og veiddu fiska til matar sér. En várið mælti Þorvaldur að þeir skyldu búa skip sitt og skyldi eftirbátur skipsins og nökkurir menn með fara fyrir vestan landið og kanna þar sumarið. Þeim sýndist landið fagurt og skógótt og skammt milli skógar og sjávar og hvítir sandar. Þar var eyjótt mjög og grunnsævi mikill. Þeir fundu hvergi mannavistir né dýra, en í eyju einni vestarlega fundu þeir kornhjálm af tré. Eigi fundu þeir fleiri mannaverk og fóru aftur og komu til Leifsbúða að hausti. En að sumri öðru fór Þorvaldur fyrir austan með kaupskipið og nyrðra fyrir landið. Þá gerði að þeim veður hvasst fyrir Andnesi einu og rak þá þar upp og brutu kjölinn undan skipinu og höfðu þar langa dvöl og bættu skip sitt. Þá mælti Þorvaldur við förunauta sína, nú vil ég að vér reisum hér upp kjölinn á nesinu og kallum Kjalarnes, og svo gerðu þeir. Síðan sigla þeir þaðan í braut og austur fyrir landið og inn í fjarðarkjafta þá, þar váru næstir, og að höfða þeim þar gekk fram, hann var all skógi vaxinn. Þá leggja þeir fram skip sitt í lagi og skjóta bryggjum á land, og gengur Þorvaldur þar á land upp með alla förunauta sína. Hann mælti þá, hér fagurt og hér vilda ég bæ minn reisa. Ganga síðan til skips og sjá á sandinum inn frá höfðanum 3 hæðir og fóru til þangað og sjá þar húðkeipa 3 og 3 menn undir hverjum. Þá skiptu þeir liði sínu og höfðu hendur á þeim öllum, nema ein komst í burt með keip sinn. Þeir drepa hina 8 og ganga síðan aftur á höfðan og sjást þar og sjá inn í fjörðinn hæðir nokkurar, og ætluðu þeir það vera byggðir. Eftir það sló á þá höfga svo miklum að þeir máttu eigi vöku halda og sofna þeir allir. Þá kom kall yfir þá svo að þeir vöknuðu allir. Sá segir kallið, vakið þú Þorvaldur og allt föruneyti þitt ef þú vil líf þitt hafa, og far þú á skip þitt og allir menn þínir og farið frá landi sem skjótast. Þá fór innan eftir firðinum ótal húðkeipa og lögðu að þeim. Þorvaldur mælti, vér skulum færa út á borð vígfleka og verjast sem best en vega lítt í mót. Sá gera þeir en skrælingar skutu á þá stund, en flýja síðan í burt sem ákafast.
hver sem átti. Þá spurði Þorvaldur menn sína, ef þeir væri nokkuð sárir. Þeir kváðust eigi sárir vera. Ég hefi fengið sár undir hendi, segir hann, og fló úr milli skipborðsins og skjaldarins undir hönd mér, og hér örin, en mun mig þetta til bana leiða. Nú ræð ég að þér búið ferð yðra sem fljótast aftur á leið, en þér skuluð færa mig á höfða þann mér þótti byggilegast vera. Má það vera að mér hafi sagt á munn komið að ég muni þar búa á stund. Þar skuluð þér mig grafa og setja krossa að höfði mér og að fótum, og kalli það Krossanes jafnan síðan. Grænland var þá kristnað, en þó andaðist Eiríkur rauði fyrir kristni. Nú andaðist Þorvaldur, en þeir gerðu allt eftir því sem hann hafði mælt, og fóru síðan og hittu þar förunauta sína, og sögðu hvárir öðrum slík tíðindi sem vissu, og bjuggu þar þann vetr, og fengu sér vínber og vínvið til skipsins. Nú búast þeir þaðan várið eftir til Grænlands, og komu skipi sínu í Eiríksfjörð, og kunnu leyfi að segja mikil tíðindi. Það hafði gerst til tíðinda meðan á Grænlandi að Þorsteinn í Eiríksfirði hafði kvangast og fengið Guðríðar Thorbjarnardóttur átt hafði Þórir Austmaður fyrr var frá sagt. Nú fýstist Þorsteinn Eiríksson að fara til Vínlands eftir líki Þorvalds bróður síns, og bjó skip sama, og valði hann lið að afli og vexti, og hafði með sér hálfan þriðja tug manna og Guðríði konu sína, og sigla í haf þegar þau búin og ór land sín. Þau velkði úti allt sumarið og vissu eigi hvar þau fóru, og vika var af vetri þá tóku þeir land í Lýsufirði á Grænlandi í inni vestri byggð. Þorsteinn leitaði þeim vistir og fekk vistir öllum hásetum sínum, en hann var vistlaus og kona hans. Nú váru þau eftir að skipi nokkurar nætur. Þá var enn ung kristni á Grænlandi. Það var ein dag að menn komu að tjaldi þeirra snemma. Sá spurði fyrir þeim var, hvað manna væri í tjaldinu. Þorsteinn svarar, 2 menn, segir hann, eða hver spyr að. Þorsteinn heiti ég, og kallaður Þorsteinn svart, en það erindi mitt hingað að ég vil bjóða ykkur báðum hjónum til vistar til mín. Þorsteinn kveðst vilja hafa umræði konu sinnar, en hún bað hann ráða, og nú játar hann þessu. Þá mun ég koma eftir ykkur á morgin með eiki, því að skortir ekki til að veita ykkur vist, en fásinni mikill með mér að vera, því að tvö erum við þar hjón, því að ég einþykkur mjög. Annan síð hefi ég og en þér hafið, og ætla ég þann þó betra þér hafið. Nú kom hann eftir þeim morguninn með eiki, og fóru þau með Þorsteini svarta til vistar, og veitti hann þeim vel. Guðríður var sköruleg kona að sjá og vitr kona, og kunni vel að vera með ókunnum mönnum. Það var snemma vetrar að sótt kom í lið Þorsteins Eiríkssonar, og önduðust þar margir förunautar hans. Þorsteinn bað gera kistur að líkum þeirra önduðust, og færa til skips og búa þar því að ég vil láta flytja til Eiríksfjarðar að sumri öll líkin. Nú þess skamt að bíða að sótt kemur í híbýli Þorsteins, og tók kona hans sótt fyrst hét Grímhildur. Hún var ákaflega mikil og sterk sem karlar, en þó kom sóttin henni undir,
og brátt eftir það tók sóttina Þorsteinn Eiríksson og lágu þau bæði senn og andaðist Grímhildur kona Þorsteins svarta. En hún var dauð, þá gekk Þorsteinn fram úr stofunni eftir fjöl að leggja á líkið. Guðríður mælti þá: Vertu litla hríð á brott, Þorsteinn minn, segir hún, hann hvað svá vera skildu. Þá mælti Þorsteinn Eiríksson: Með undarlegum hætti nú húsfræðivára, því að nú örglast hún upp við ölnboga og þokar fótum sínum frá stokki og þreifar til skúa sinna. Og í því kom Þorsteinn bóndi inn og lagðist Grímhildur niður í því og brakaði þá í hverju tré í stofunni. Nú gerir Þorsteinn kistu að líki Grímhildar og færði í brott og bjó Hann var bæði mikil maður og sterkur, og þurfti hann þess alls áður hann kom henni burt af bænum. Nú elnaði sóttin Þorsteini Eiríkssyni og andaðist hann. Nú elnaði sóttin Þorsteini Eiríkssyni og andaðist hann. Guðríður kona hans kunni því líkt. Þá váru þau öll í stofunni. Guðríður hafði setið á stóli frammi fyrir bekknum hann hafði legið, Þorsteinn bóndi hennar. Þá tók Þorsteinn bóndi Guðríði af stólinum í fang sér og settist í annan bekkinn með hana gegnt líki Þorsteins og talði fyrir henni marga vega og huggaði hana og hét henni því að hann mundi fara með henni til Eiríksfjarðar með líki Þorsteins, bónda hennar og förunauta hans, og svo skal ég taka hingað hjón fleiri, segir hann, þér til huggunar og skemmtunar. Hún þakkaði honum. Þorsteinn Eiríksson settist þá upp og mælti: Hvar Guðríður? 3 tíma mælti hann þetta en hún þagði. Þá mælti hún við Þorsteinn bónda: Hvort skal ég svör veita hans máli eða eigi? Hann bað hana eigi svara. Þá gekk Þorsteinn bóndi yfir gólfið og settist á stólinn, en Guðríður satt í knjám honum. Og þá mælti Þorsteinn bóndi: Hvað viltu nafni, segir hann. Hann svarar: Stund leið, mér annt til þess að segja Guðríði forlög sín, til þess að hún kunni þá betr andláti mínu, því að ég komin til góðra hvíldarstaða. En það þér að segja, Guðríður, að þú munt gift vera íslenskum manni og munu langar vera samfarir ykkar og margt manna mun frá ykkur koma, þroskasamt, bjart og ágætt, sætt og ilmat vel. Munu þið fara af Grænlandi til Noregs og þaðan til Íslands og gera bú á Íslandi. Þar munu þið lengi búa og muntu honum lengur lifa. Þú munt utan fara og ganga suður og koma út aftur til Íslands til bústíns. Og þá mun þar kirkja reist vera og muntu þar vera og taka nunnuvíslu og þar muntu andast. Og þá hnígur Þorsteinn aftur og var búið lík hans og fært til skips. Þorsteinn bóndi endi vel við Guðríði allt það hann hafði heitið. Hann seldi várið jörð sína og kvikfé og fór til skips með Guðríði með allt sitt, bjó skipið og fékk menn til og fór síðan til Eiríksfjarðar. Váru nú líkin jörðuð að kirkju. Guðríður fór til Leifs í Brattahlíð, en Þorsteinn svarti gerði bú í Eiríksfirði og bjó þar meðan hann lifði og þótti vera vaskasti maður. Það sama sumar kom skip af Noregi til Grænlands. Sá maður hét Þorfinnur Karlsefni því skipið stýrði. Hann var son Þórðar hesthöfða Þórðarsonar frá Höfða. Þorfinnur Karlsefni var stór auðugur að fé og var vetrinn í Brattahlíð með Leifi Eiríkssyni. Brátt felldi hann hug til Guðríðar og bað hennar, en hún veik til Leifs svörum fyrir sig. Síðan var
honum föstnuð og gert brúðlaup til þeirra á þeim vetri. Hinn sama var umræða á Vínlandsför sem fyrr og fýstu menn karlsefni mjög þeirrar ferðar, bæði Guðríður og aðrir menn. Nú var ráðin ferð hans og réð hann sér skipverja, 60 karla og konur 5. Þann máldaga gerðu þeir karlsefni og hásetar hans, að jöfnum höndum skildi þeir hafa allt það, þeir fengi til gæða. Þeir höfðu með sér alls konar fénað, því að þeir ætluðu að byggja landið ef þeir mætti það. Karlsefni bað Leif húsa á Vínlandi, en hann kveðst ljá mundu húsin en gefa eigi. Síðan héldu þeir í haf skipinu og komu til Leifsbúða með heilu og höldnu og báru þar upp húðföt sín. Þeim bar brátt í hendur mikil föng og góð, því að reiður var þar upp rekin bæði mikil og góð, fóru til síðan og skáru hvalinn, skorti þá eigi mat. Fénaður gekk þá á land upp, en það var brátt að graðfé varð úríkt og gerði mikill sig. Þeir höfðu haft með sér griðung ein. Karlsefni lét fella viðu og telgja til skipsins og lagði viðinn á bjarg eitt til þurrkunar. Þeir höfðu gæði af landkostum, þeim þar váru bæði af vínberjum og alls konar veiðum og gæðum. Eftir þann vetr hinn fyrsta kom sumar, þá urðu þeir varir við skrælingja og fór þar úr skógi fram mikil flokkur manna. Þar var nær nautfé þeirra, en graðungur tók að belja og gjalla ákaflega hátt. En það hræddust skrælingjar og lögðu undan með byrðar sínar, en það var grávara og safali og alls konar skinnavara og snúa nú til bæjar Karlsefnis og vildu þar inn í húsin, en Karlsefni lét verja dyrnar. Hvárígir skildu annars mál. Þá tóku skrælingjar ofan bagga sína og leystu og buðu þeim og vildu vopn helst fyrir, en Karlsefni bannaði þeim að selja vopnin, og nú leitar hann ráðs með þeim hætti að hann bað konur bera út búnið að þeim, og þegar þeir sá búnið þá vildu þeir kaupa það en ekki annað. Nú var sú kaupför skrælingja að þeir báru sinn varning í brott í mögum sínum, en Karlsefni og förunautar hans höfðu eftir bagga þeirra og skinnavöru, fóru þeir við sá búið í burt. Nú frá því að segja að Karlsefni lætur gera skíðgarð ramlegan bæ sinn og byggust þar Í þann tíma fæddi Guðríður sveinbarn, kona Karlsefnis, og hét sá svein Snorri. Á öndverðum öðrum vetri þá komu skrælingjar til móts við þá og váru miklu fleiri en fyrr og höfðu slíkan varnað sem fyrr. Þá mælti Karlsefni við konur: Nú skulu þér bera út slíkan mat sem fyrr var rífast, en ekki annað. Og þeir sá það, þá köstuðu þeir böggunum sínum inn yfir skíðgarðinn, en Guðríður sat í dyrum inni með vöggu Snorra sonar síns. Þá bar skugga í dyrrin og gekk þar inn kona í svörtum námkyrtli, heldur lág, og hafði dregil höfuð og ljós jörp á hár, fölleit og mjög eygð, svo að eigi hafði jafn mikil augu séð í einum manns hausi. Hún gekk þar að, Guðríður sat og mælti: Hvað heitir þú, segir hún. Ég heiti Guðríður, eða hvert þitt heiti? Ég heiti Guðríður, segir hún. Þá rétti Guðríður húsfreyja hönd sína til hennar, að hún sæti hjá henni, en það bar allt saman að þá heyrði Guðríður brestmikinn, og var þá konan horfin, og í því var og veginn ein skrælingur af einum húskarli Karlsefnis, því að hann hafði viljað taka vátt þeirra, og fóru nú brott sem tíðast, en klæði þeirra lágu þar eftir og varningur,
Enginn maður hafði konu þessa séð utan Guðríður ein. Nú munum vér þurfa til ráða að taka, segir Karlsefni, því að það stendur byggt, þetta hlýtur að vera hygg, því að ég hygg að þeir muni vitja vár eitt þriðja sinn með ófriði og fjölmenni. Nú skulum vér taka það ráð að 10 menn fari fram á nes þetta og sýni sig þar, en annað lið várt skal fara í skóg og höggva þar rjóður fyrir nautfé várun, þá liðið kemur fram úr skóginum. Vér skulum og taka griðungvárun og láta hann fara fyrir oss. En þar var svá háttað fundur þeirra var ætlaður, að vatn var öðrum megin en skógur á annan veg. Nú váru þessi ráð höfð Karlsefni lagði til. Nú komu skrælingjar í þann stað Karlsefni hafði ætlað til bardaga. Nú var þar bardagi og fell fjöldi af liði skrælingja. Ein maður var mikil og væn í liði skrælingja og þótti Karlsefni sem hann mundi vera höfðingi þeirra. Nú hafði ein þeirra skrælingja tekið upp öxi eina og leit á stund og reiddi að félaga sínum og hjó til hans. Sá fell þegar dauður, þá tók sá ein mikli maður við öxinni og leit á stund og vart henni síðan á sjóinn sem lengst mátti hann, en síðan flýja þeir á skóginn svá hver sem fara mátti og líkur þar nú þeirra viðskiptum. Váru þeir Karlsefni þar þann vetur allan, en að vári þá lýsir Karlsefni að hann vil eigi þar vera lengur og vil fara til Grænlands. Nú búa þeir ferð sína og höfðu þaðan mörg gæði í vínviði og berjum og skinnavöru. Nú sigla þeir í haf og komu til Eiríksfjarðar, skipi sínu heilu og váru þar vetrinn. Nú tekst umræða að nýju Vínlandsferð, því að sú ferð þykir bæði góð til fjár og virðingar. Það sama sumar kom skip af Noregi til Grænlands. Karlsefni kom af Vínlandi, því skipi stýrðu bræður tveir, Helgi og Finnbogi, og váru þann vetur á Grænlandi. Þeir bræður váru íslenskir að kyni og ór Austfjörðum. Þar nú til að taka að Freydís Eiríksdóttir gerði ferð sína heiman úr Görðum og fór til fundar við þá bræður Helga og Finnboga og beitti þá að þeir færi til Vínlands með farkost sinn og hafa helming gæða allra við hana. Þeirra þar fengist. Nú játtu þeir því. Þaðan fór hún á fund Leifs bróður síns og bað að hann gæfi henni húsbau hann hafði gera látið á Vínlandi, en hann svarar sama hvers ljá mundu hús en gefa eigi. Svá var máldagi með þeim bræðrum og Freydísi að hvárir skyldu hafa 30 vígra manna á skipi og konur fram. En Freydís brá af því þegar og hafði 5 mönnum fleira og leyndi þeim og urðu þeir bræður eigi fyrri við þá varir en þeir komu til Vínlands. Nú létu þau í haf og höfðu til þess mælt áður að þau myndi samflota hafa ef Svá vildi verða og þess var lítil munur. En þó komu þeir bræður nökkuru fyrri og höfðu uppborið föng sín til húsa Leifs. En Freydís kom að landi, þá ryðja þeir skip sitt og bera upp til hús föng sín. Þá mælti Freydís, hví báruð þér inn hér föng yðar, því að vér hugðum segja þeir að haldast muni ákveðin orð með oss. Mér léði Leif húsana, segir hún, en eigi yður. Þá mælti Helgi, þrjóta mun okkur bræður illsku við þig. Báru nú út föng og gerðu sér skála og settu þann skála fyrir sjónum á vatnsströndu og bjuggu vel En Freydís lét fella víðu til skips síns.
Nú tók að vetra og töluðu þeir bræður að takast myndi upp leikar og væri höfð skemmtan. Sváfar gert stund, þar til menn bárust verra í milli, og þá gerðist sundurþykki með þeim, og tókust af leikar, og engar gerðust hvammur milli skálanna, og fór svá fram lengi vetrar. Það var ein morgun snemma að Freydís stóð upp úr rúmi sínu og klæddist og fór eigi í skólaklæðin, en veðrið var svá farið að dögg var fallin mikil. Hún tók kápu bónda síns og fór í, en síðan gekk hún til skála þeirra bræðra og til dyra, en maður ein hafði út gengið litlu áður og lokið hurð aftur á miðjan kofa. Hún lauk upp hurðinni og stóð í gátum stund þá og þagði, en Finnbogi lá innst í skálanum og vagði. Hann mælti: Hvað viltu hingað, Freydís? Hún svarar: Ég vil að þú standir upp og gangir út með mér, og vil ég tala við þig. Svá gerir hann, þau ganga að tré lá undir skálavegginum og settust þar niður. Hversu líkar þér, segir hún. Hann svarar: Góður þykir mér landkostur, en illur þykir mér þústsá vár á milli því að ég kalla ekki hafa til orðið. Þá segir þú sem segir hún, og svá þykir mér, en það erindi mitt á þinn fund, að ég vildi kaupa skipum við ykkur bræður, því að þið hafið meira skip en ég, og vildi ég í brott héðan. Það mun ég láta gangast, segir hún, ef þér líkar þá vel. Nú skilja þau við það, gengur hún heim, en Finnbogi til hvílu sinnar. Hún stígur upp í rúmið köldum fótum og vaknar hann Þorvarður við og spyr hví að hún væri svo köld Nú skilja þau við það, gengur hún heim, en Finnbogi til hvílu sinnar. Hún stígur upp í rúmið köldum fótum og vaknar hann Þorvarður við og spyr hví að hún væri svo köld og vát. Hann svarar með miklum þjósti: Ég var gengin, segir hún. Hún svarar með miklum þjósti: Ég var gengin, segir hún, til þeirra bræðra að fala skip að þeim, og vildi ég kaupa meira skip, en þeir urðu við það svá illa að þeir börðu mig og léku sárlega, en þú, vesalmaður, munt hvorki vilja reka minnar skammar né þinnar, og mun ég það nú finna að ég í brottu af Grænlandi, og mun ég gera skilnað við þig, utan þú hefnir þessa. Og nú stóðst hann eigi átölur hennar, og bað menn upp standa sem skjótast og taka vopn sín, og svá gera þeir og fara þegar til skála þeirra bræðra og gengu inn að þeim sofundum, og tóku þá og færðu í hönd og leiddu svá út hvern sem bundinn var, en Freydís lét drepa hvern sem út kom. Nú váru þar allir karlar drepnir, en konur váru eftir, og vildi engi þær drepa. Þá mælti Freydís: Fái mér öxi í hönd. Svá var gert. Síðan vegur hún að konum þeim 5 þar váru, og gekk af þeim dauðum. Nú fóru þau til skála síns eftir það illa verk, og fannst það eitt á að Freydís þóttist alvel hafa ráðið, og mælti við félaga sína: Ef oss verður auðið að koma til Grænland, segir hún, þá skal ég þann mann ráða af lífi, segir frá þessum atburðum. Nú skulum við það segja að þau búi hér eftir, þá við förum í brott. Nú bjuggu þeir skipið snemma várið, það þeir bræður höfðu átt, með þeim öllum gæðum þau máttu til fá, og skipið bar sigla síðan í haf og urðu vel reiðfara og komu í Eiríksfjörð skipi sínu snemma sumars. Nú var þar Karlsefni fyrir og hafði albúið skip sitt til hafs og beið byrjar,
og það mál manna að eigi mundi auðgara skip gengið hafa af Grænlandi en það hann stýrði. Freydís fór nú til bús síns því að það hafði staðið meðan óskatt. Hún fékk mikinn feng fjár öllu föruneyti sínu því að hún vildi reyna láta ódáðum sínum. Situr hún nú í búi sínu, eigi urðu allir svá haldinorðir að þegði yfir ódáðum þeirra eða ilsku, að eigi kæmi upp síðir. Nú kom þetta upp síðir fyrir Leif bróður hennar og þótti honum þessi saga all-ill. Þá tók Leifur 3 menn af liði þeirra Freydísar og píndi þá til sagna þennan atburð allan jafnt saman og var með einu móti sögn þeirra. Eigi nenni ég, segir Leif, að gera það að við Freydísi systur mína sem hún væri verð, en spá mun ég þeim þess að þeirra afkvæmi muni lítt að þrifum verða. Nú leið það svá fram að engum þótti þau verk þaðan í frá nema ills. Nú er að segja frá því að Karlsefni býr skip sitt og segldi í haf, honum fórst vel og kom til Noregs með heilu og höldnu og sat þar vetrinn og seldi varning sinn og hafði þar gott yfirlæti og þau bæði hjón af einum göfgustum mönnum í Noregi, en várið eftir bjó hann skip sitt til Íslands og hann var albúinn og skip hans lá til byrjar fyrir bryggjunum, þá kom þar að honum suðurmaður ættaður af Brimum og Saxlandi, hann falar að Karlsefni húsasnotur hans. Ég vil eigi selja, sagði hann. Ég mun gefa þér við hálfa mörk gulls, segir suðurmaður. Karlsefni þótti vel við boðið og keyptu síðan. Fór suðurmaður í burt með húsasnoturuna, en Karlsefni vissi eigi hvað tré var, en það var mössur kominn af Vínlandi. Nú siglir Karlsefni í haf og kom skipi sínu fyrir norðan land í Skagafjörð og var þar uppsett skip hans vetrinn, en várið keypti hann Glaumbæjarland og gerði bú á og bjó þar meðan hann lifði og var eitt mesta guðungmenni og margt manna frá honum komið og Guðríði konu hans og góður ættbogi. Og Karlsefni var andaður, tók Guðríður við búsvarðveislu og Snorri sonur hennar fæddur var á Vínlandi. Og Snorri var fangaður, þá fór Guðríður utan og gekk suður og kom út aftur til bús Snorra sonar síns og hafði hann þá látið gera kirkju í Glaumbæ. Síðan varð Guðríður nunna og einsetukona og var þar meðan hún lifði. Snorri átti son þann Þorgeir hét. Hann var faðir Ingvildar, móður Brands biskups, dóttir Snorra Karlsefnissonar hét Hallfríður. Hún var kona Runóls, föður Þorláks biskups. Björn hét sonur Karlsefnis og Guðríðar. Hann var faðir Þórunnar, móður Bjarnar biskups. Fjöldi manna frá Karlsefni kominn og hann kynsæl maður orðinn og hefur Karlsefni gerst sagt allra manna atburði farar þessar allar nú nökkurt orði á komið. Endir.